eftir viðtalsþáttur Þórhalls Gunnarssonar. Í gærkvöld var frumsýnt hér á RÚV heimildamyndin Google Baby eða Netbarnið sem sagði frá staðgöngumæðrum á Indlandi. Myndin vekur upp fjölmargar spurningar og leiðir hugann að því hvort verið sé að nýta sér neyð kvenna til þess að ganga með börn annarra. Á Íslandi liggur fyrir þverpólitísku vilji á Alþingi að staðgöngumæðrun verði heimiluð en aðeins í velgjörðarskyni. Og það þýðir að staðgöngumóðirin má ekki hafa fjárhagslegan ávinning, heldur einungis ganga með barn hjóna af mannúðarástæðum. Þótt 85% þjóðarinnar hafi í skoðanakönnun lýst sig hlynnta því að staðgöngumæðrun skuli heimiluð hér á landi, hafa margir áhyggjur af þessari fyrirhuguðu lagasetningu, ekki síst af siðferðilegum ástæðum. Ég ætla að ræða þetta mál við Salvöru Nordal, forstöðumann Siðfræðistofnunar Háskóla Íslands. Salvör, velkomin. Takk fyrir. Og við heyrum einnig viðtal við leikstjóra heimildamyndarinnar Google Baby, Sippi Brand Frank og líka sjónarmið Ragnheiðar Elínar Árnadóttur alþingismann sem hefur lengi barist fyrir því að staðgöngumæðrun sé heimiluð á Íslandi. Og við skulum byrja á að sjá nokkur atriði úr heimildamyndinni Google Baby. But if your wife doesn't have a problem with the uterus, we'll do a simple IVF, which in the United States could cost you between $22,000 to $30,000. If you come here, get the cycle done and go back, it will be this much. That's what I'm telling you. Yes. Don't attempt, Jalsa Jai Ase. Jai Shri Krishna. Urine passed. Hello. Okay. Sorry. Hello. Please hold on. Mrs. Yes. Hello. Yes, I'm so sorry, doctor, but you know, it's not an easy procedure. It's a very complicated procedure, surrogacy, and they should understand all the implications before they go into it. Yeah? So the husband and wife themselves should come, understand the whole procedure, and then decide whether they would want to go for it or not. Okay? That when they come personally, we can discuss. Okay? Okay. Welcome. Bye-bye. No. Most welcome. Bye-bye. Thank you. Charge set. Papa devoda. Umma charge. Not going to the daycare. Salvör, hver eru þín fyrstu viðbrögð eftir að hafa hort á þessa heimildamynd? Já, lýsingin á þessum veruleika er mjög nöturleg eins og hún birtist í þessari mynd og það kemur náttúrulega mjög vel fram líka í þessu broti sem við vorum að horfa á að sko meðganga er tilfinningarlega mikið álag og fæðing og það er náttúrulega þegar maður er að horfa á konuna þarna nýbúin að fæða barnið og rétt færa að snerta það að þetta er náttúrulega mjög nöturlegu veruleiki fyrir konurnar eða þannig upplifir maður það svona tilfinningarlega og vitandi það að þetta er mikið álag og mikið ferli að fara í gegnum fyrir allar konur. Jafnvel þó að þar séu þeirra aðstöðu að þær viti að þær ætli ekki að ala önn fyrir þessu barni þá er barn komið í heiminn og nýju lífi bara fylgja alltaf miklar tilfinningar. Þannig ég held að þetta er svona veruleiki sem maður bregður voðum mikið við. Maður hefur náttúrulega lesið heilmikið þessi efni en að sjá þetta svona skýrt í þessari mynd, hvernig þetta er þarna á Indlandi og hvernig konurnar eru svona nánast í búðum á meðan þær eru ófrískar og í þessu ferli. Að það svona sýnir manni hvað þetta getur gengið langt og hvað þetta er vandasamt. En skiptir máli eins og rökin hafa verið að
staðgöngumóðirin, hún ekki líffræðileg móðir barnsins. Eggið og sæðið koma annar staðar frá, þannig að það má segja að einhverju getur orðað að kuldalega hún sé nánast hitakassi í 9 mánuði. Að þar með verði tengslin önnur. Já, náttúrulega það gengið út frá því og í þessum tilfellum það þannig að konurnar kannski eru ekki, þær virka mjög mikið eins og svona hitakassi eða þær eru þarna bara í þessum tilgangi að vera, hvað maður að segja, hulstur fyrir fóstrið á meðan það að þroskast. Og það náttúrulega, ég meina við getum sagt, kannski það betra en það líka álag fyrir konur að þurfa að ganga með barn til enda sem þær ætla ekki að eiga. Þannig ég veit ekki, það til dæmis talað það núna að ef það veri leið staðgöngumæðrun hér að notast það sem kallast full staðganga og ég ekkert alveg viss að það leysi öll þessi vandamál og það skapir ekki... Full staðganga þá án... Já, þannig að konan leggi ekki til eggið. Já. Og því að auðvitað það var þannig sérstaklega áður fyrr þegar tæknifrjóvgun hafði ekki náð eins miklu eða var ekki orðin eins þróuð þá var það þannig gert til að byrja með að konan lagði til eggið og átti þar með barnið en öll þessi mál sýna náttúrulega bara það að við erum að tala mjög flókna hluti vegna þess að við erum að tala tilfinningar fólks, við erum að tala legan skyldleika eða ekki skyldleika og ýmsar þættir sem þarf að skoða mjög vandlega og mér finnst svolítið vandasamt að átta mig á því hvað best að gera meðal annars vegna þess að við þurfum náttúrulega að vita hver reynslan og við erum náttúrulega og kannski öllu þessu ferli alveg frá því þetta byrjaði erum við að gera náttúrulega ákveðna tilraunir við vitum ekki alveg hverjar afleiðingarnar verða vegna þess að við getum ekki séð það fyrir eftir 20 ára kannski, þegar fólki stálpast. Þannig að við erum að gera tilraunir. Þannig að það vandasamt að segja hvað kannski heppilegast, hvað fer best með fólkið. En samkvæmt skoðanakönnun sem var framkvæmt hér á landi fyrir skömmu, þá kemur ljós að 85% þjóðarinnar eru hlynntið í að staðgöngumæðrun sé heimiluð hér á landi og þú ert ekki spennt og fylgir ekki þessum hópi og þá spyrir maður bara hvers vegna ekki hér á landi þar sem að umhverfið annað og þar sem eru minni líkur og það sé verið að nýta sér neyð einstakling. Sko ég held að fyrsta lagi er málið það að við þurfum að ræða þetta dálítið vel og við þurfum að átta okkur á öllum þeim álitaefnum sem að ræða og þau eru gríðarlega mörg í þessu tilfelli þegar við erum að tala staðgöngu. Þannig að ég held að það sé nú til að byrja með. Við þurfum að eiga þessa samræðu og það kemur raunverulega dálítið óvart hvað fólk hefur þessar skoðanakannanir svo vísar í vegna þess að það hefur verið tiltölulega lítil umræða þetta fyrir á allra síðustu vikum þá einkum svona í ljósi eins tiltekins máls og það kannski ekki besta leiðin til að ræða svona flókinefni að ræða þau bara út frá kannski einu tilteknu dæmi. Og þannig að ég legg nú mikla áherslu á það að við þurfum að eiga miklu breiðari umræðu þetta og það var hópur hér sem var að vinna að þessu í fyrra og það var málþing til dæmis í fyrra vor en það var ekkert voða mikill áhugi þá þannig að ég veit ekki alveg hversu svona upplýst umræðan hefur verið og á hvaða forsendu fólk hefur verið að taka afstöðu til þessa flókna vefnis þannig að ég búin að hugsa það nokkuð lengi og mér finnst þetta að vera mjög vandasamt og ekkert alveg tilbúið með niðurstöðu eftir þá yfirlegu. Nei, en einhverju myndu segja að þú væri bara mjög íhaldssöm miðað við það að við erum búin að breyta alls kyns reglum, ég meina við erum búin að liðka fyrir hjá þeim sem að get ekki átt börn með tæknifrjóvgunum, við leyfum gjafæk og gjafa sæði og hvers vegna ekki þá þessi þróun eins og hinn tilvíkja. Já, ég hef nú verið gagnrýnin á þessa hluti og ég kannski mjög íhaldssöm á þessu sviði, það getur vel verið, en það mjög athyglisvert að þú ræðir þetta í sambandi við það sem hefur verið annað sem við leyfum. Að við höfum tekið rosalega stór skref hér á Íslandi á síðustu árum í átt til aukins frjálsræðis í sambandi við tæknifrjóvganir án mikillar umræðu og raunverulega án mikillar hvorki samfélagslegrar umræðu eða faglegrar umræðu. Og ég held að við höfum farið þarna allt og geyst á stað og þess vegna kannski, en það má segja það í ljósi þess sem hefur verið gert, að það sé þetta kannski svona lógist næsta skref.
En ég held við ættum að nota núna aðeins tíman og staldra við og átt okkur á því hvað við erum þegar búin að gera. Eins og einmitt með þess gjafaegg og gjafasæði, með einhleypar konur og svo framvegis. Við verðum að staldra aðeins við líka og hugsa rétt barna. Og ég hef nú verið svolítið að hugsa það á síðustu misserum í þessu samhengi. En sko, málið það að réttur barna, til dæmis í okkar tæknifrjóvgunarlögum, ekkert sérstaklega vel tryggður. Af hvaða leyti? Það má leyna barn uppruna sínum. Bæði eggja eða kynfrumugjafar geta óskað nafnleyndar. Og það þýðir að börn geta ekki með nokkru móti kannski fengið að vita sinn líffræðilega uppruna. Margar Norðurlandaþjóðirnar heimila þetta ekki. Þau tryggja rétt barna á þessu sviði. Við höfum til dæmis í siðfræðingar nokkrir talað fyrir því núna í nokkur ár og lengi að þessu sé breytt hér og það er búið að breyta tæknifrjóvgunarlögunum núna nokkru sinnum og það hefur ekki verið áhuga að breyta þessu. Þannig að ég segi bara, ég held að þessi komið tími til að við stöldrum aðeins við og hugsa hvert erum við komin og það alveg ábyggilegt að við viljum taka þetta næsta skref sem við getum sagt að sumuleyti sé kannski svona lítil viðbót en hún getur líka opnað upp mjög stórt svið til viðbótar og hvert erum við tilbúin til að fara með þetta? Það stóra spurningin. Heyra viðtal við leikstjóra myndarinnar sem var sýnd í gær, Netbarnið, og heyra hennar sjónarmið. I heard Dr. Patel, I get to know her, I've been here, I spent a lot of time with her, and I realized that what she's doing, or at least how she convinced herself, is from a very feminist, I would say, agenda, saying that's the only way these women, this very rural, village, illiterate women can afford to have a house in their life or to obtain their kids a certain or decent education in order to maybe to take them away from poverty or to provide them a better life. It's not easy for these women to do surrogacy because they have to hide from their family, they have to hide from their village, they have to say that they're going somewhere else because it's unacceptable in their society. So I realized, you can look at it on both ways. It's not only exploitation of women, not at all. These women really get a better chances, as better as you can think of, to the opportunity they were born with in India. So, all of us, everybody of us can take it to his own beliefs and to be inspired and to take whatever he wants from that. What's the future? I believe, once there is the solution, even if Dr. Patel would not agree with me, there will be women who doesn't want to have the stretch mark, who don't want to be pregnant because of their career. It's not very, an easy, obvious procedure to be pregnant. I can say I was pregnant. I had very difficult pregnancies. I don't know what I'll do myself in the future. Anyway, I think that's going to be the future. Once technology has put us in this place in which you can do it, you can make an embryo outside of uterus and you can implant it in a different uterus. Science and technology has put us in a place where, you can actually do it. And I think it's a business that will grow. Salvur, í framhaldi af þessu þá veltum maður fyrir sér áhyggjurnar kannski snúast ekki bara að lagaumhverfinu hér á landi heldur í hvaða átt þetta getur þróast og jafnvel það að hjón eða konur geti farið að nýta sér þessar aðstæður til þess að fá staðgöngum með þau bara einfallega svo þetta hafi ekki áhrif á starfsframa eða jafnvel útlit eða eitthvað slíkt. Hefur áhyggjur að það geti orðið þróunin? Ég held að við þurfum allavega að hugsa það hvert getur þetta leitt okkur og eins og við erum að ræða þetta núna og ég hef mjög mikla samúð með því að það er náttúrulega kannski þessa hópu sem núna þrýstir á að fá þessu breytt eru konur sem hafa af læknisfræðilegum ástæðum geta ekki gengið með börn og oft vegna sjúkdóma og slíkra hluta og auðvitað vill maður að við viljum gera það sem við getum til að hjálpa fólki við þessar aðstæður að eignast börn. En við verðum að hugsa líka þetta í svona stærra samhengi. Ef við opnum fyrir þann möguleika, þá er mjög líklegt að við förum áfram með línuna og hvert erum við tilbúin til að fara. Þá er mjög líklegt að samkynhneigðir karlar
og síðan kannski aðeins eldri konur eða konur vegna starfsframa síns eða hvað veit maður veit ekki hvernig það endar og við þekkjum það bara reynslu til dæmis í sambandi tæknifrjóvgunarlögin að við byrjum með tiltölulega þrönga íhaldssama löggjöf en síðan byrjað að þrýsta á að ramminn sé færður út og eftir því sem við gefum meira eftir þar því erfiðara verður að svona stoppa okkur í því hvert við förum. En verður þessi krafa til einfallega og jafnvel að ég held í tilfelli Jóluslitla að þar sem umræðan hefur verið hávær varðandi staðgöngumæðrun að bara möguleikar okkar til ættleiðingar eru ekki miklir. Eða fólk bíður lengi og síðan dettur út af lista einfallega vegna þess að það komið á aldur eða að því eftirspurnin mikil og þarna opnast nýjar leiðir fyrir fólk að eignast börn. Vissulega. Og auðvitað náttúrulega þá þurfum við að skoða þetta í þessu samhengi. Er það eitthvað annað sem við getum kannski gert til að byrja með til að auðvelda fólki að eignast börn án þess að við stígum þetta skref og ef við stígum þetta skref að þá verðum við að vera búin að hugsa það hvað við erum tilbúin til að ganga langt. Vegna þess að ég held að þetta hröð þróun og það eru margir hópar sem kannski sjá hagsinn í því að nota sér staðgöngumæðrun, jafnvel sem við sjáum ekki í dag. Þannig að við þurfum að vera bara mjög meðvituð þetta og það eitt af því sem náttúrulega svo erfitt við þetta form það að þetta opnar upp svo marga hluti, það eru hagsmunaaðilarnir eru svo margir, það staðgöngumóðirin, auðvitað foreldrarnir sem vilja eignast börnin, það eru börnin, það eru fjölskylda staðgöngumóðurinnar. Síðan það bara allskyns svona samfélagslegar spurningar. En þá vorum við kannski að hugsa í þessu gamaldags formi að þetta ekki einmitt það sem að gerast bara í varðandi börn sem að eiga margar ömmur og marga afa og marga foreldra ég vil bara einfallega að því að samfélagið hefur breyst skilnaðum og breytum fjölskylduformum. Jú, og það flækir okkar veruleika oft mikið en þarna erum við, sko, vandamálið samt það að við getum lent í þeirri stöðu að barn kannski sem fæðist, það vill enginn barnið. Við getum lent í þeirri stöðu. Það eru dæmum það í heiminum, það sem þetta hefur verið gert. Ég meina það kom fram í myndinni í gær einhver dæmum það að enginn sótti eitthvað tiltekið barn. Eða það eitthvað að barninu. Og við getum lent í því að það enginn sem telur sig bera ábyrgð á því. Og það náttúrulega eitt af því sem við verðum að tryggja með öllum ráðum að börn það sé sko einhver til að ala þau upp og sjá og elska þau og hugsa þau. Skulum heyra í Ragnheiði Elínu Árnadóttur, alþingismanni. Hún hefur lengi barist fyrir því að staðgöngumæðrun veri heimiluð hér á landi og hefur einmitt lagt fram þingsályktun í þinginu og við skulum heyra hennar orð. Við erum ekki Indland, við erum Ísland, norrænt velferðarsamfélag sem að leggur mikið upp úr mannréttindum, félagslegum réttindum og ég treysti okkur fullvel til þess að læra af reynslu annarra, girða fyrir þau siðferðilegu álitamál, til dæmis sem að hafa með spurninguna hvort að það sé verið að nýta sér neyð kvenna, hvort að barn geti verið söluvara, auðvitað vill það enginn. Ég ekki að mæla fyrir því, að sjálfsögðu ekki. Í mínum huga þetta úrræði til handa, úrræði sem mögulegt fyrir einstaklinga og pör sem að með öðrum úrræðum geta ekki eignast börn. Þetta er leyft til dæmis með ströngum skilyrðum í Ísrael. Þetta er leyft annar staðar, þó þetta sé ekki leyft á Norðurlöndunum og ég hef nú leyft mér að segja að mér alveg nákvæmlega saman þó þetta sé ekki leyft á Norðurlöndunum. Við höfum oft verið frumkvöðlar og gengið á undan í varðandi ýmis réttindamál, hvort sem það heitir fæðingarorlof eða réttindi samkynhneigðra. Og ég veit að þessi umræða líka hávær annar staðar og ég hef fulla trúið að þau komi þá hinn Norðurlöndunum eftir okkur. Þannig að ég vil ítreka það að þetta eingöngu að velgjörð sem að við erum að fjalla þetta og viljum heimila þetta sem úrræði og þar að auki þá erum við komin svo langt hér á landi. Við leyfum gjafa egg, við leyfum gjafa sæði, við leyfum einhleypum konum, samkynhneigðum pörum, giftum, ógiftum
öllum að gangast undir tæknifrjóvgun, glasafrjóvgun, sem að það vilja. Við leyfum ættleiðingar til einstaklinga, samkynhneigðra, giftra, allra og þetta enn eitt úrræðið og siðferðilegu álitamálum hvað varðar til dæmis uppruna barns, rétt barnsins til að þekkja uppruna sinn, þau eru ekki einskorðuð við þetta, þvert á móti, þá það oft í þessum tilfellum bæði móðir og faðir sem að leggja til kynfrumurnar, þannig að þó það sé ekki öllum tilfellum. Þetta mjög sannfærandi sjónarmið sem að Ragnheiður kemur þarna fram með og hún leggur gríðarlega áherslu á mannúðarsjónarmiðin og velgjörðina. Þannig að og einhvern veginn vill girða fyrir það að það sé hægt að gera í hagnaðarskyni eða fara lengra. Þessi skýri lagarami, hann hlýtur að gera það verkum að við þá umgöngumst þetta að mikilli, hvað segja, virðingu og komið veg fyrir einhver geti skadast. Já, auðvitað ef þetta verður leyft hérna þá er mjög mikið að við reynum að gera þetta eins vel og við getum. Og auðvitað það er mjög fallegt og dásanlegt að það mögulegt að fólk eða kona geti gengið með barn fyrir einhvern annan og þá heppnast og það getur verið mikið lán og hamingju kringum það. Það hefur verið reynt í nokkrum öðrum löndum á þetta velgjörðarform. En vandinn náttúrulega alltaf þetta að draga línuna, hvenær þetta raunverulega velgjörð og hvenær þetta komið í hagnaðarskyn og það hefur sýnt sig að sú lína getur verið vandasöm að finna. En nú leggur hún á mikla áherslu á það það sé bara kostnaður sem sé greiddur og síðan sé í rauninni búið að kanna aðstæðu þannig að manneskjan sé bara gera þetta hreinlega vegna þess að hún tengist viðkomandi og þetta sé velgjörð, þetta sé bara mannúð sem að stýri ákvörðunni. Já, og ég dreg ekki ef að það getur verið mörg dæmi það, en bara reynslan líka annars það sýnir að það ekki alltaf svona einfalt að flokka hlutina í velgjörð og ekki velgjörð og ég held að við þurfum allavega að skoða það vel. En þetta kemur allavega í veg fyrir það ef við erum með skýra lagaumgjörð hér að þá að minnst okkur Íslendingar ekki að fara utan að tilfáttakari landa að nýta sér neyð annara af því að þeir eru undir þessum ströngu skilyrðum hér. Nei, einmitt. En það ég hef miklar efasemdir þingsályktunartillöguna eins og hún stendur. Bæði vegna þess að ég held að það séu ýmis úrlausnarefni sem við setja fram í ályktuninni sem við þurfum miklu meiri umræðu og það þurfum að útfæra miklu betur og auðvitað það hluta af tillögunni að það verði smíða frumvarp. Síðan mikið press á að þetta gerist mjög hratt. Og það reyndar það var hópur sem vann áfangaskýrslu hérna í fyrra og niðurstaða hans var það að við ættum ekki að fara í þetta að svo stöddu og það ætti að vera meiri umræða og þeirra niðurstöðunum getið í þingsályktunartillöguna og þess vegna kannski það ýmislegt þarna svona í formlegu og uppsetningu þessara tillögu sem ég ósátt með vegna þess að það svo mikill hraði þá að gera þetta fyrir 31. mars helst að smíða frumvarp mjög flókna hluti. Þannig ég held að fólk sé alltaf vilja gert að gera þetta vel en það þarf tíma til að gera hlutina vel. Hvað þurfum við til viðbótar? Hvaða rannsóknir þurfum við? Ég meina þurfum við rannsóknir sem ekkert auðvelt kannski að miða við hvað þetta skammt á veg komið ástand og hverjir hvað eigum við að rannsaka? Ekki einmitt kannski ástæða til að rannsaka þetta í góðu umhverfi í staðinn fyrir að leggja mat á svona slæmar aðstæður eins og þrífast annar staðar? Jú, auðvitað þurfum við að gera það, en það annað sem við þurfum líka að hugsa ég meina við erum í samhengi við nágranna þjóðirnar, við erum hérna í evrópsku umhverfi og við ætlum að vera fyrst og ég skil ekki alveg af hverju við ætlum að vera fyrst, það er betra stundum fyrir litla þjóð eins og okkur að fara fylgja í fótspor annara eins og Norðurlanda þjóðirnar sem við berum okkur nú oft saman við og vegna þess að þar er fagþekking til að smíða svona löggjöf kannski betri, meiri þekking heldur en við höfum. Þannig ég skil ekki alveg okkur liggur svona mikið okkur það er eitthvað markmiði sjálfur sér að vera fyrst hérna á Norðurlöndunum og leiða þar með þessa umræðu vegna þess að það verður litið til okkar. Og þetta er ekki bara spurning það hvort að við viljum ekki að Íslendingar fari til útlanda. Það er líka spurningi viljum við að útlendingar komi hingað og munum við geta girt fyrir það. Já, þetta miðast við íslenska ríkisborgara, þingsályktun miðast við að þessi íslenski ríkisborgara sem njóti þjónustunar og staðgöngumóðurins íslensk. Já, en ég er ekkert alveg viss að það geti haldið þegar á reynir.
vegna þess að við erum hluti af Evrópu og það eru álitamál þar og ég hef aðeins verið að ræða það við sérfræðing og það er mjög skipta skoðanir það hvort að þetta myndi ganga raunverulega vegna þess að þetta er heilbrigðisþjónusta og heilbrigðisþjónusta er opin fyrir fólk á allir Evrópusvæðinu. Þannig að ég held að þetta er atriði sem við verðum að hugsa og ég held bara í ljósi reynslunar bara undanfarin ár og síðustu missir og vikna og slíkt að við þurfum að vanda okkar löggjöf númer 1, 2 og 3 og ég tala nú ekki þegar við förum í svona stórt álitaefni eins og staðgöngumæður. En nú blasir við að með við að þann vilja sem að virðist vera á Alþingi að samþykkja það og þetta er þverpólitískt þannig að nú blasir við finnst manni að svona fljótu bræði að þetta verði samþykkt. Hvað er það ef þú fengir þá að minnsta okkur að blanda þér inn í þá frumvarpsgerð? Hvað er það sem þú vildir þá skýra betur eða styrkja betur til að koma í veg fyrir það sem þú óttast mest af öllu? Ég held að ég myndi vilja að við tækjum þetta svona í samhengi. Mér finnst til dæmis eins og með allra kynfrumugjöf að það sé réttur barna sé algjörlega tryggður. Ég held að mér finnst að réttur barnanna eiga að vera í forgrunni og því miður finnst mér bara í þessari umræðu oft þá eru réttur barnanna ekki í forgrunni og það er því miður, það hefur þróast þannig. Og ég held að við þurfum þá að reyna að hafa mjög stífa reglur en ég eins og ég segi, ég myndi helst vilja að við stoppum þetta mál alls og stöddu og tækjum og biðum aðeins róli, ég sé ekki alveg. Hvað vil það gerist næst þá? Ég vil Þú vilt bara setja á frest ég myndi helst vilja að þetta væri stoppað og eða þetta myndi ekki vera samþykkt núna og við færum í miklu dýpri umræðu þessi mál. Þannig að þú ert að segja bara það sé óðagott sem að ráða þessu á nokkurar íhugunar. Já, mér finnst þetta að vera óþarlega bratt ef ég má orða það þannig inn í okkar umræðu og það ég meina eins og ég segi sko almenningsálitið, ég meina það er ekki eitt mál sem á að stýra svona stóru álitaefni. Þetta er miklu stærra mál en það og við þurfum að hugsa það í samhengi við aðra löggjöf og jafnvel hvort að við ættum að sko eins og ég var hlynnt því að við svona aðeins reynda bökkum í okkar löggjöf. Mér finnst við hafa farið bara allt og geist á síðustu árum og þannig ég er svona talsmaður fyrir miklu svona því að við svona slökum aðeins á og tökum okkur tíma og reynum að vanda okkur. Því ég er líka hrædd það að þetta óðagót, það hefur bara verið ávísuna oft á óvandaða löggjöf. Því það er bara tími vinnur oft með manni í því að vanda sig. Þá er þetta að vísa í aðra löggjöf og aðra lagasetningar sem að hafa bara ekki haldið þegar að uppi staðið. Nei, það eru fjölmörg dæmi það alveg og rannsóknarskýrslan er nú með fjölmörg dæmi það þegar við erum að flýta okkur allt of mikið, við ætlum að vera best og við ætlum að vera fremst og við ætlum að vera leiða umræðuna, höfum við burði til þess. Við verðum að spyrja okkur af því. Spyrjum okkur af því. Sjálfur, takk fyrir komuna.